Ég gerir ráð fyrir að Páll Vaff Bjarnason vilji breyta tungumálinu og þá ger ég það líka. Og hann arkitekt og eigandi hús í Reykjavík sem friðlýst, þekkt og hús sem mjög mörgum þykir vænt og þykir vænt bæði húsi sem slíkt og þann sess sem það hefur í götumynd og menningu. Og hann talar hér sem fulltrúi eigenda slíkra húsa en það einmitt áhuginn fyrir því að stofna svona félagslegan vettvang slíkra eigenda sem við erum meðal að kynnast hér í dag, hvernig gert í Danmörku, sem svona að reka þig áfram við að leita hófana slíkt hið sama og Sigríði Harðardóttur, konu hans og eigenda að húsinu líka, auðvitað. Gjörðu svo vel, Páll. Góðir fundargestir, eins og Hildur sagði þá ætla ég að halda mig við ástkæra Eilífðarmálið en eins og segir í yfirskrift fundarins þá þema hans hagsmunir eigenda friðaðra húsa, friðlýsta menningarminjarendar og samstarf þeirra við minjaverslunar. Ég minn í þessu spjalli fjalla hugsanlega stofnun félags eða félagsskapar, eigenda friðlýstra húsa og mál tengd slíku félagsskap. Og sýna fram á að slíku félagsskapur raunhæfur og getur haft mikil áhrif á stöðu þessara húsa í þjóðfélaginu og á almenningsáliti. Ég ætla fyrst að varpa á skjáin nokkrum skilgreiningum á tengdum hugtökum sem eru stundum að þvælast fyrir fólki. Hvað friðað hús og hvað friðlýst hús og svo framvegis. Sérst þetta ekki? Ok. Þetta sem sagt skilgreining bara á menningarminjum sem að teljast ummerki sögu þjóðarinnar á hvað svo sem það getur verið, fornminjar, kirkjugripir, minningamörk, hús og önnur mannvirki og eins og kom fram hérna áðan, meðal annars garðar og útiumhverfi. Svo þessi skilgreining á byggingararfi. Hvað það? Það eru sem sagt í fyrsta lagi hús og mannvirki eða húshlutar. Það getur verið einhver ákveðin útskurður úti eða inni í einhverju húsi eða einhver hlut í húsin sem hefur listrænt gildi eða sögulegt gildi eða eitthvað slíkt. Það eru náttúrulega kirkjur og bænhús með tilheyrandi mannvirkjum og húsflutum það líka eins og glugguturnum og sálurhliðum og slíku. Og svo náttúrulega eins og kom fram hérna áðan að verið var að verðlauna vegagerðina fyrir brýrnar sem mér fannst vera mjög vel til fundið. En það eru sem sagt hvers konar mannvirki í samgöngum, samgöngumannvirki eða, já, eins og segir þarna, stíflur, dælustöðvar og önnur orkumannvirki og hafnarmannvirki eins og nú búið að friða gömlu höfnina og fleira. Þannig að þetta ansi víðtækt hugtak.
Hér er líka skilgreining á friðun og friðlýsingu. Þetta bara tekið beint upp úr lögunum menningarminjar. Friðun, það bara sjálfkrafa verndun fornminja, húsa og mannvirkja sem sagt svokölluð aldursfriðun. Þarna ekki lagt mat á neitt sérstakt gildi. Þetta geta verið útihús eða hallir þess vegna, en það bara aldurinn sem skiptir máli. Og með þessum nýju lögum þá fjölgaði friðuðum húsum margfalt og satt að segja þá finnst mér að þurfi eitthvað að vinna úr því. Það er að segja að það sé ekki verið að fella öll hús í sama flokk undir friðun, hversu merkilega eða ómerkilega sem það eru. En svo friðlýsing fornleifahúsa og mannvirkja. Hún grundvölluð á að viðkomandi mannvirki hafi listrænt gildi, sögulegt gildi, byggingasögulegt gildi, eitthvað gildi sem að vert að varðveita. Þetta sem sagt kvöð sem þinglýst á fasteign og gefur húsinu ákveðið sess, setur á það ákveðnar skyldur og ekki ennþá kannski forréttindi, en vonandi kemur það nú líka. Réttindi og skyldur eiga að haldast í hendur. Í dag eru friðlýst hús njóta ekki neinna forréttinda fram yfir önnur. Þau hafa í rauninni í þjóðfélaginu sama sess, ekki nema þá í skilgreiningum minjastofnunar og minjavörslunar. Við erum ekki með sama fjölda á Danir af friðuðum eða friðlýstum húsum, en allavega þá núna í dag talið að friðlýsta byggingar séu 520. Það er að segja einar 214 friðlýsta kirkjur og síðan voru 147 friðaðar með ákvörðun ráðherra og sveitarstjórnar samkvæmt eldri þjóðminjalögum. Þannig að heildarfjöldin eru 520. Þetta náttúrulega nokkuð góður grunnur til þess að fara að huga að stofnun félags eigenda friðlýstra húsa. Ég þarf að spyrja Birti að því og eftir hvernig þau komast að þeirri niðurstöðu að félagsskapurinn væri eingöngu fyrir enga hús, það er að segja einkaaðila, ekki opinbera aðila, sveitarfélaga eða kirkjunar eða hvað nú hvers vegna þetta bara fyrir þessa aðila. Við ræðum það kannski á eftir. Svo ég grípi nú hérna í punktana, þá elsta vandamálið í húsafriðunarmálum á Íslandi og gagnvart friðlýstum húsum að það fáfræðin sem að meðal almennings þennan status að hvað það þýðir í rauninni að vera með friðlýst hús í höndunum. Misskilningurinn sem að stafar af þessu og það mikil þörf á bara almennri uppfræðslu öll þessi mál. Það hefur ekki gengið mjög vel, finnst mér, síðan að torfusamtökin voru stofnuð að koma einhvern veginn þessu inn í kerfið, þessari afstöðu til gamalla húsa, því að enn verið að skemma og eyðileggja eftir öll þessi ár. Og að það sé neikvætt að hús sé friðað eða friðlýst. Það sé neikvætt fyrirbæri.
Ég held að það hafi allir sem hafa starfað í þessum geira reynt þetta á eigin skinni. Fólk hringir eflaust oft í Minjastofnun til dæmis og bölsótast út í að vera sig að friða eða friðlýsa húsið sem það á, eða íbúð í húsinu sem það á, og að eignir muni verða illseljanleg eða verðminni en ella. Það einnig mjög víðtækur misskilningur að friðuð eða friðlýst hús séu hreinlega sett á ís og ekkert megi gera við þau. Öllum þessum ranghugmyndum sem tengja þessu hugtaki þarf að eyða og á einhvern hátt að fræða almenningu þetta málefni meira en orðið hefur. Mér oft dottið í hug hvort að væri á einhvern hátt hægt að koma þessu í skólakerfið. En það kannski til of mikils mælst, ég veit það ekki. En ég ætla aðeins að fara hér og eftir í að rekja ástæður fyrir nauðsyn þess að stofna félag eigenda friðlýstra húsa og hvaða þýðingu slíkur félagsskapur getur haft fyrir þá. Og það í fyrsta lagi að samtökin ættu að vera miðstöð upplýsinga viðhald og endurbyggingar. Meiri kröfur eru gerðar til viðhalds og endurbyggingar friðlýstra húsa eins og hefur komið hérna fram og eigendur þeirra eru oft ekki nægilega vel upplýstir efni, aðferðir og sérstaklega síst af öllu hefðir við endurbætur. Því að við erum ekki eins sterk í þessum hefðum gagnvart þessum málaflokki eins og margar eða flestar Evrópuþjóðir eru. Við erum ennþá á þessu þetta reddast stiginu. Efni og aðferðir eru því oftast nær dýrari á friðlýstum húsum en öðrum og eigendur friðlýstra húsa hættir til að fara ódýrari leiðir þess vegna. Þetta mun verða mikilvægur hlekkur í að kynna málefni fyrir meðlimum og öðrum. Ég hef tekið eftir því í gegnum árin að þarna mikill misbrestur og slík samtök gætu og ættu að vera hlekkur í þessari upplýsingakeðju. Að vísu fer fram fræðsla og viðhald og endurbyggingar bæði á Húsverndarstofu í Árbæjarsafni og víðar en góð vísa aldrei of oft kveðin og þetta geti verið vettvangur til þess að sameina svona marga þætti í upplýsingargjöf til almennings. Mikilvægt hjá slíkum samtökum eða félagsskap að finna leiðbeiningar styrki, lán, virðisaukaskatt, tryggingar og svo framvegis. Margar nágrannaþjóðir okkar eru lengra á veg komnar í þessum málaflokki og hjá þeim tíðkast oft ívilnanir gegn kröfum sem lagðar eru á eigendur þessar húsa. Oft eru gefnir afslættir af virðisaukaskatti, tryggingum og ekki síst fasteignaskatti. Hjá okkur hafa slíkar ívilnanir ekki náð að skjóta rótum, en til dæmis segir í 37. grein 3. málsgrein Þjóðminjalaga frá 1989 að sveitarstjórn er heimilað að fella niður fasteignagjöld að friðuðum húsum. Ég veit ekki önnur sveitarfélög en Reykjavíkurborg nýtti sér þessa heimild í nokkur ár en einungis af friðlýstum íbúðarhúsum og að því skilyrði að þeim væri vel við haldið, sem eðlilegt er. En þá voru aðeins 18 hús sem að hlotnaðist þetta. En síðan var þetta tekið af og hefur ekki litið dagsins ljós í þó nokkur ár. Í þriðja lagi þá þyrftu slík samtök að vera þrýstuhópur til að breyta afstöðu yfirvalda gagnvart friðlýstum húsum og breyta lögum sem varða friðuð hús, svokallaður lobbyistahópur. Þrýsta á alþingi, alþingismenn, borgarstjórn, bæjar- og sveitarstjórnir og Minjastofnun
eða hvaða aðila sem hefur með þessi mál að gera, sem hafa vald, til þess að veita slíkum húsum ýmsar ívilnanir, einkum varðar skatta og gjöld. Sams konar samtök í Bretlandi, The Listed Property Owners Club, hefur til dæmis verið að vinna í að fá breska þingið til að lækka virðisauka niður í 5%. Það ekki komið í gegn, en góða líkur á svo verði, og þetta náttúrulega yrði gífurleg lyftistöng fyrir eigendur friðlýstra húsa að fá felldan niður virðisaukaskatt eða lækka hann í efni og vinnu við endurbyggingar eða viðhald. Af því eins og kom fram hérna þá á ekki að, finnst mér, það á ekki að aðgreina endurbyggingu og viðhald. Þetta hvort ekki það sama. Og sérstaklega í friðlýstum húsum að þá lagðar ákveðnar skyldur á herðar eigenda að þeim sé haldið við. Ekki bara látið drabbast niður og svo endurbyggð og drabbast niður og svo framvegis, heldur að þeim sé alltaf haldið í góðu ásigkomulagi. Hvað þýðir að vera eigandi að friðlýstu mannvirki, húsi? Félagsskapurinn þyrfti að hafa á sínu snærum sérfræðinga til aðstoðar meðlimum til að átta sig á öllu sem viðkemur að eiga friðlýsta byggingu. Það þýðir að húsið hefur sögulegt eða byggingasögulegt eða listrænt gildi og friðlýsing stuðlar að verndun þess að hluta til eða öllu leyti. Ef eigendur vilja rífa, breyta eða byggja við húsið, ber að leita umsagnir ekki bara byggingafulltrúa, heldur einnig Minjastofnunar. Félagið þarf að gera út skrá yfir fyrirtæki og birgja sem sérhæfa sig í efni og þjónustu til viðhalds og endurbyggingar friðlýstra húsa. Þau fyrirtæki sem komast í slíka skrá þurfa að fá viðurkenningu frá félaginu eða Minjastofnun svo meðlimir geti treyst þjónustu þeirra. Eitt af atriðunum válisti. Það eitt af því sem félagið gæti beitt sér fyrir og að birta á hverju ári eða oftar. Oft kemur það fyrir að friðlýstar byggingar eru í hættu að vera rifnar eða fjarlægðar. Þar koma oft til hagsmunir fjárfesta, verktaka eða annarra sem ásælast húsin í því skyni að rífa þau eða brjóta niður og fá að byggja stærra í gróðaskyni. Þetta gróðaskyn má aldrei ná yfirhöndinni yfir örlögum friðlýstra húsa. Ekki nema þessi tvö sjónarmið farið saman sem afar sjaldgæft. Allt of oft hefur verið látið undan þrýstingi öflugra byggingaraðila og meira að segja deiliskipulagi breytt í þeirra þágu. Þá eru viðkomandi hús í mikilli hættu að vera rifin. Þessi skrá á að vekja athygli á þeim byggingum sem eru í hættu, svo meðlimir eða yfirvöld geti brugðist við í tæka tíð og jafnvel skyndifriðað þau, samanber steingarðin við gömlu höfnina. Þessi samtök, nú er ég að tala svona framtíðarsýn, því að svona verður ekki sett á laggirnar af einhverjum einum aðila, heldur þurfa margir að koma að því. Þessi samtök þurfa að vera í stakk búin til að halda árlega sýningu eða þing í þágu friðlýstra húsa, hugsanlega samstarfi og með stuðningi Minjastofnunar Íslands. Þar færu fram fyrirlestrar, viðtöl og ráðgjöf sérfræðinga. Þar væru sýndar teikningar, ljósmyndir af byggingum og byggingarhlutum sem falla í þennan flokk. Það væri einnig mögulegt að komast í samband við birgja og iðnaðarmenn, verkstæði sem sérhæfa sig í þessum geira. Þar væri hægt að komast í viðtal hjá öllum helstu sérfræðingum í húsvernd og endurbyggingum með tímapöntunum, ráðleggingar hvernig fólk getur breytt eða endurbyggt sína húseign, bæði frá arkitektum, skipulagsfræðingum, byggingameisturum sem starfa í þessu geira.
Þar var einnig hægt að fá upplýsingar styrki, afslætti og virðisaukaskatti, fasteignaskatti og slíku, hagstæð lán, tryggingar, lög og fleira. Einnig mætti hugsa sér verksýningar á ýmsu, eins og tréskurði, skrauti og fleiru. Ekki síst væri þarna áhugaverðir fyrirlestarar efnið. Annað atriði sem að svona félagsskapur gæti staðið fyrir og hefur verið gert erlendis, það merking friðara eða friðlýstra mannvirkja með skiltum við eða á húsum. Samtökin myndu stuðla að sérstakri merkingu friðlýstra bygginga með sögulegt, byggingarsögulegt eða listrænt gildi, eða þar sem merkir Íslendingar hafa búið eða merkir atburðir hafa átt sér stað. Þetta eru svona helstu atriðin, en í tengslum við svona sýningu þá myndi ég segja að eitt af atriðunum væri að veita verðlaun svipuð og Minjastofnun veitti nú í dag og ýmis svona samtök erlendis gera. Verðlaun fyrir góðar endurbyggingar. Við hjónin fórum nú á þing í Oslo í sumar hjá Europa Nostra sem eru regnhlífasamtök minjavörsluna, áhugamenn og opinberir aðilar sem taka þátt í því. Og þessi samtök, þau verðlauna á hverju ári góðar endurbyggingar eða verðugar endurbyggingar alls staðar úr Evrópu. Og þar koma alls konar hlutir inn eins og byggingar, íbúðarhús og fleira, garðar jafnvel. En það vildi svo skemmtilega til að það var haft samband við mig daginn út af því að í fyrsta sinn í ár eða næsta ári þá búið að útnefna tilnefna eina íslenska byggingu og það sjúkrahúsið á Fáskrúðsfirði. Ég veit ekki alveg hvaðan sú tilnefning kemur. Kannski veit Minjastofnun meira það. En þeir hafðu samband við mig til þess að athuga hvort ég gæti verið einhvers konar assessor eða matsmaður á þetta hús, hvernig þetta til þess að auðvelda þeim vinnuna. Þeir fá sko á annað 100 umsóknir. Ég veit bara ekki hvernig ég á að komast til Fáskrúðsfjarðar í þessu veðri. En þetta eru sem sagt helstu atriðin í hlutverki slíks félagsskapar. Það löngu tímabært að koma á þessa fót. Húsvernd á Íslandi hófst hjá almenningi með stofnun Torfusamtakanna árið 1972 þegar samtökin voru stofnuð í Sigtúni 1. desember. Torfan var síðan máluð árið eftir og þar með var ekki aftur snúið. Ákveðinn hópur fagmanna og áhugamanna hafði barist fyrir húsvernd nokkuð lengi áður, eins og Þorsteinn Gunnarsson arkitekt, Hörður Ágústsson listmálari og fleiri. Ég man ekki betur en að Þorsteinn hafði fengið bátt fyrir og fengið eitthvað uppnefni fyrir að var kallaður viðgerðararkitektin af einhverjum kollega okkar. En það eru aðrir tímar í dag sem betur fyrir. En það var semst ekki fyrir 1972 að þáttaskil urðu í þessum málaflokki og þau urðu að ákveðinni fjöldahreyfingu. Nú hefur friðlýstum byggingum fjölgað í 520 land allt og tíminn til komin að taka næsta skref í baráttunni fyrir örlögum friðlýstra húsa og stofna þessi samtök. Kærar þakkir.